Geir Haarde, vertu hjartanlega velkomin til mín í spjallið. Þakka þér fyrir. Og þakka þér fyrir að gefa þér tíma. Ég sá að þú skrifaði grein í Morgunblaðið sem birtist í gær morgun. Já. Sem vakti athygli mína og ég kallaði þig hingað og þú varst svo góðfúslega við þeirri beiðni minni að koma og ræða þessi mál. Já, það var bara sjálfsagt. Já. Mér fannst eðlilegt að maður lét eitthvað í sér heyra þó að maður sé nú ekki lengur nestaður í forustu í stjórnmálunum. Þú býrð náttúrulega yfir gríðalegri reynslu og úr alls konar ráðuneytum og stofnunum og náttúrulega varst forsætisráðherra hér, lengst af varstu fjármálaráðherra og sast ekki bara lengst þar af öllum sem hafa setið í fjármálaráðherra? Jó, allavega samfellt sko. Já, einmitt. Bjarni var lengur ben sko, það var alltaf talið og Eysteinn Jónsson, það var nú svo langt síðan það var, en það var með hléum. Já. En ég var líka utanríkisráðherra í tæpt ár. Akkurat, alveg rétt. Og svo vannstu fyrir Alþjóðabankann? Já, síðustu 2 starfsárin, þá var ég þar í stjórn fyrir Norðurlöndin öll og Baltnesku löndin. Aha. Svo mjög skemmtilegt verkefni. Það meitt. Og svo varstu sem sendiherra í Washington líka? Já, áður en ég fór í bankan, þá var ég þar í 4,5 ár. Þannig að það er mikil gæfa fyrir mig að fá reynslu mikið mann til þess að fá að spjalla aðeins við á þessum tímum sem við erum núna stöndum fram fyrir því að vera greiða atkvæði hvort við að fara í aðildarviðræður við Evrópusambandið núna bara eftir 2 vikur. Já. Þú skrifaðir í greininni og spyrð í raun og veru þar, er raunverulega áhættulaust að kíkja í pakkan? Hvert er stutta svarið við því? Nei, það er ekki áhættulaust að mínu dómi. Nei. Og við erum náttúrulega með því að segja við hinn löndin í EES samkomuleginu, þar að segja félag okkar eftir megin sem eru Noregur og Liechtenstein, að við erum að segja við þau við viljum yfirgefa þennan góða félagskap hér og færa okkur yfir í annan stærri og þá þau hljóta auðvitað að draga sína ráleitanir af því. Og það sem ég er að benda á þessari grein er það að ef svo fer að Norðmennirnir til dæmis sem eru náttúrulega langöflugastri í þessu samstarfi eftir megin ákveða að þeir hafa ekki tíma til þess að bíða eftir okkur á ákveðnum sviðum eða tel ég að við getum ekki fullkomlega sinnt okkar skildum í þessu samstarfi að þá gætu þeir farið að einhverju leyti sínar eigin leiðir. Og síðan ef allt siglir í strand, sem að mér finnst nú mjög líklegt, ef það verður já, að þá munu þetta á einhverjum tímapunkti sigli í strand. Annarkvort vegna þess að það næst ekki samkomulagum grundvallarmál við Evrópusambandið eða þá að stjórnarskrámálið á Íslandi til dæmis sem þarf að fara í gegnum, það þarf að breyta stjórnarskráni og það gengur ekki vel fyrir sig, þá getið það strandað á því. En mér finnst líklegt sem sagt að þetta stranda á einhverju tímapunkti og þá getum við ekki verið viss það hér að það verið bara alltaf óbreytt innan EES. Að löndin 2 sem þær eru með okkur að þau bara sitja og bíði og sjá hvernig Íslendingunum gengur í þessari vegferð. Og það má ekki gera lítið úr þessu. Ég fylgist nú ágætlega vel með því sem gerist í Noregi, að því ég er nú meðlans hálf norskur. Og ég tók eftir því að norski utanríkisráðherrann flutti góða ræðu og merka ræðu í Stórþinginu 12. maí. Þar er venjan svo að utanríkisráðherrann gefur þinginu skýrslu á 6 mánaða fresti svona helstu mál innan EES og EES-ESB samhenginu. Og þar vekur hann með sérstakann kafla þá ákvörðun Íslendinga að ætla að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og bendir á að ef að niðurstaðan verður já að þá þurfum við auðvitað Norðmenn að taka mið af því og hann segir við gerum ráð fyrir því í okkar undirbúningi að Ísland gæti verið orðið aðili 2030 og hann segir líka sem ég finnst eiginlega enn merkilegra að þó að ekki sé hægt að reikna beinleinis með því að Íslendingar muni ekki sinna skildum sínum innan EES eða Evrópusambandið á móti mun ekki, gefa EES athygli að þá verður nú að reikna með því
að allir leggi krafta sína fyrst og næst í þessar viðræður og að EES-samningurinn þar með mæti einhverjum afgangi og Norðmenn þurfi þar að lendi að hugsa það. Já. Og þetta finnst mér gefa til kynna að þeir kunni að vilja fara sínar eigin leiðir, til dæmis þegar að þarf að semja tollfrjálsan aðgang fyrir fiskafurðir sem gert reglulega og við fáum einhvern slikan aðgang, tímabundin, og á móti leggjum við peninga í uppbyggingasjóði EFTA sem að renna til fátækari ríkja í Evrópusambandinu. En geta þeir faktist einhvern veginn farið sínar eigin leiðir á meðan þeir eru í þessu EES-samkomulagi? Já, það náttúrulega er eitthvað sem verður bara að koma í ljós, sko. Og við erum það fyrsta landið sem að sækir í ESB eftir að EES samstarfið komst á laggirnar 1. janúar 1994. Þjóðaratkvæðagreiðslan í Noregi aðild að Evrópusambandi var reyndar haustið 1994. Já. En þeir sóttu nokkrum árum áður, sko. Áður en þetta EES-dæmi var allt klárt og það má ekki gleyma því að EES-samningur var uppalega hugsaður fyrir miklu fleiri lönd vegna þess að EFTA-löndin, Svíþjóð, Finnland og Austurríki og svo Sviss ætluðu sér öll að vera með þessu, það var allavega hugmyndin til að byrja með. En síðan þróast þetta þannig á þessum árum, það tekur allt breytingum eftir sem sagt fall Berlínarmúrsins og hrun Sovétríkjanna, endalok kaldastríðsins og þá fara lönd eins og Finnur og Svíar að hugsa sér til hreyfings gagnvart Evrópusambandinu og Austurríkismenn líka og það endar með því að þessi lönd ganga inn í Evrópusambandið. Svisslendingarnir ákveða að atkvæðagreiðsla veri ekki með í EES og ég man hvað það olli okkur hérna heima í þinginu miklum vonbrigðum á sínum tíma. En eftir stóð þá að það var búið að búa til þennan stofnana struktúr. Þetta tveggja stóða kerfi fyrir EES-samningin og hann hélt þó svo að það væru miklu færri lönd bara núna er hann að veru Noregur, Ísland og Liechtenstein. Svoleiðis og það er alveg einstakt fyrirbæri að svona 3 lönd sko hafi þetta samkomulag gagnvart Evrópusambandinu og ég held sko að einst inni finnist nú mörgum Evrópusambandsmönnum þetta vera hálfgerðu skafangi. Ég vil ekki segja hortittur en svona skafangi í þeirra kerfi öllu saman og þeir myndu auðvitað miklu frekar vilja hafa sem flesta bara helst alla inn í sínu eigin fyrirkomulagi. Þurfi ekki að vera með þessar hliðarstofnanir sko EFTA-dómstólinn og eftirlitsstofnun EFTA og svo framvegis. Þannig er nú svona hluti af sögunu í þessu en ég held líka að Evrópusambandið og fórstu með þess vilji leggja mikið á sig til að fá Noreg inn í sambandið. Algjörlega. Og það eru öflug stjórnmála öflug í Noregi, stærstu flokkarnir sem eru sama sinnis. En eins og ég segi, ég fylgist ágætlega með í Noregi. Ég tók eftir því, það voru þingkostningar þar í fyrra, september í fyrra. Þá sagði Störe sem var forsætisráðherra þá og núna við ætlum ekki að gera þetta að máli í þessum kostningum og þetta verður ekki mál á næsta kjörtímabili fyrir Noreg. Og þar með var það mál bara afgreitt. Og mér fannst þetta býsna merkilegt. Núna voru kostningar hjá okkur ári fyrr og þá var talað að þetta var auðvitað ekki kostningamál. Nú var forsætisráðherra talaði með nákvæmlega sama hætti og Störe gerði. Já, hún var reyndar ára á undan honum. Já. Og mér fannst það velmælt og skynsamlega það sem hún sagði þá. Já. En það hefur því miður ekki staðist og við erum þar sem við erum núna. En skýrðu fyrir mér, ef þú getur sko, þessar áhyggjur að við náum ekki að sinna EES-samningnum á meðan við erum í þessu brölti og svona, er það sem sagt svona kvikult stöðugt ferli að sinna þessum EES-samningi? Já, þetta er lifandi og virkur samningur og það eru stöðugar breytingar í gangi og það nú vegna þess að það er mikið framleitt að nýjum gerðum, svokallum reglugerðum
og lögum á vettvangi Evrópusambandsins og það þarf að vinna í því. Stórkerfið okkar stöðugt í Já, og það er verið að tala að Íslendingar fái sæti við stóra borðið í ESB, koma því á eftir. En það fullt af borðum þarna í EES-kerfinu sem við náum ekki að manna eins og staðinni núna. Og það sem maður óttast það að þessar viðræður ef að þær fari í gang, sem maður veit auðvitað ekki, þá verða þær mjög mannafla frekar. Og allur krafturinn í stjórnaráðinu og ýmsum stofnunum ríkisins mun fara í að sinna þeim og það verður þá að gera það vel ef að í það fer. Og þetta það sem maður óttast og svo auðvitað af þessu verður náttúrulega mjög mikill kostnaður og ég sem gamall fjármálaráðari hef alltaf áhyggjur af kostnaði ríkissjóðs. En hvað er svona scenario hugsanlega atburðarás líkleg ef við færum að staðið þennan leiðangur hvernig gætur þú séð fyrir þér að Noregur myndi bregðast við því nákvæmlega? Fara þá að reyna að semja sérstaklega við ESB einhverja sérleiði fyrir sig? Það er einn möguleikin, en þetta veit maður þetta getur verið víst. Þetta eru að vissan hátt getgátur að minni hálfu, en það byggja á mestanpart þessari ræðu utanríkisráðherrans og mínum ályktunum af henni. Einhver tíman á næstu kannski innan við 2 árum, ég veit það ekki fyrir víst, þarf að semja aftur þessi tollafríðindi og framlög í uppbyggingarsjóðina. Það getur vel verið að normenn segi við okkur, já, við ætlum að semja hérna þetta. Þið eru þarna í öðru herbergi að tala við ESB ykkar eigin inngöngu. Og við þess vegna tölum okkur ekkert skuldbundan til að vera að taka eitthvað sérstakt tillit til ykkar. Normenn eru þetta vinir okkar og mikil vina og frændþjóð og þeir vilja örugglega hjálpa okkur eftir því sem þeir geta, svona eftir föngum. En auðvitað taka þeir sína eigin hagsmuni fyrst. Og nú ef það er engir árekstrar og ef þetta er allt í fínasta lagi, nú þá eru þetta ástæðulausar áhyggjur að minni hálfu. En þetta vitum við ekki. Þetta er bara óvissuháð eins og svo margt annað í þessu. Og þetta er semst kjarnin í því sem ég hef verið að ákvaða að skrifa greinum í mokkan vegna þess að mér fannst ekki að þetta hefði komið fram. Og ef við gefum okkur að þetta færi svona eins og þér finnst líklegt að ef við segjum já og að þá munið það enda með engu samkomulagi, það gangi ekki upp að semjum erfiðakafla eða stjórnarskrána og svo framvegis að þú tala þá að þá geti þetta verið allt mjög breytt. Hvernig geti það litið út svona versta mögulega niðurstaða? Já, versta mögulega niðurstaðan er svo sem ég nefnið þarna að normenn hreinlega klári sín mál gagnvart Evrópusambandinu. Það tekur auðvitað einhver ára, hugsanlega gangið bara í sambandið og Liechtenstein gæti hugsanlega bara í skjóli sinna nánu tengsla við Sviss og Austurríki, bara aðlega Sviss, fengið sínum óskum fullnægt og þá stæðu við eftir út á berangri. Og værum hugsanlega bara í versta tilfelli eins og hver önnur svona þriðja þjóð, þar að segja utan við allt kerfið. Og þá myndum við þurfa að leita sérstakra samninga upp á eigin spýtur. Og þá höfum við nú kannski ekki sérstaklega sterka stöðu. Já, það virðast nú flesti vera sammála að þessi EES-samningur sé afskaplega hagstæður fyrir okkur og gott fyrirkomulag. Og EFTA-stoðin, þetta sé, það er raun og veru ótrúlegt hvað EFTA er sjálfstætt og að þetta hafi fengist í gegn á sínum tíma. Karl Bautenbacher talaði það, hann átti ekki vona því að EFTA-dómstóllinn fengi að vera svona rosalega sjálfstæður og þannig að þetta fyrirkomulag sé hreinlega bara nánast of gott til að vera satt og maður veltiði fyrir sér einmitt ef að Ísland fer í þennan leiðangur, hvort það sé ekki þá bara molna verulega undan þessu góða fyrirkomulagi. Já, ég gerir ráð fyrir því að það sé alveg rétti á honum að það sé hætta á slíku. Og þetta er auðvitað einstakt fyrirkomulag og ég held að þetta sé ekkit, þú veist, Evrópusambandinu finnst þetta eins og ég sagði á en ekki vera neina óska staða fyrir sig. Þeir vilja auðvitað hafa bara alla inn í sama kerfinu. EFTA-dómstóllinn reyndist okkur nú heldur betri en enginn í ICE-málinu, bjargaði því máli í horn
algjörlega og leysti það mál og seinna var það til þess að við gátum farið í og menn á vegum þáverandi ríkisstjórnar undir fórustur ráðherranna sjálfsögðu náðu þessum samningum, miklu samningum við kröfuhafana sem nú var alveg stórkostlegt afrek af mínum dómi og færði 100 milljarða króna hér inn í ríkissjóð og þjóðarbúið. Karl Baudenbacher, hann benti nú á að framsýnir kommissarar í Evrópusambandinu ættu nú samt að geta séð jákvæða hluti við það að það séu þessar 2 stoðir og þetta sé ekki alveg svona monotónist í all Evrópu, heldur sé svona eitthvað svona checks and balances að þetta sé að það sé þarna EFTA-dómstóll til hliðar og þannig að þetta sé ekki alveg svona einhver svona einræðis stefna sem að Evrópusambandi getur tekið sko. Já, framsýnir kommissarar í framkvæmdastjórninni. Já. Ég veit ekki hverju það eru, en það getur vel verið að sko, við vinum að mæta þarna í dag. Já. Að þetta fólk sem hefur verið að tjá sig í Evrópu framkvæmdastjórninni og okkur vinnveitt og hefur verið að tala um það að það sé nátt að gera hitt og þetta í sambandi við aðildarumsókn Íslands. En það eru mannabreitingar þarna eins og annar staðar. Já. Og jafnvel þó að við næðum einhverjum sér samningum sem alls ekki víst og ég tel að vísu ólíklegt. Sko, ef maður hugsaður þetta ekki bara 5 ár fram í tíman, heldur kannski 15 ár, að þá getur verið sagt við okkur, já, heyriði nú Íslendingar góðir, nú erum við búin að gefa ykkur eftir þetta í allan þennan tíma, nú getum við ekki gert það lengur. Akkurat. Og ég held líka að Baudenbacher hefur bent á það, held ég einhvers staðar að það getur líka vel verið að á einhverju stíi löngu fyrir áður þessi 15 árveðarliðin sem ég nefndi að bara Evrópudómstóllinn kom og segi þessi samningar við Íslendinga standast ekki. Það ákveðin áhætta. Ég ekki nógu vel að mér í lögfræðin í þessu til að geta fullyrt neitt slíkt en þetta einn möguleiki allavega. Já, menn segja að það sé bara mjög raunhæfur möguleiki. En ríkisstjórnin segir að það felist engin aðlögun í þessu ferli ef við segjum já í ágúst og að fram að því að þangað til við myndum greiða atkvæði aðildarsamning að þá verði engin aðlögun stjórnkerfisins eða stofnana eða neitt að Evrópusambandinu. Heldur að það sé rétt sem að ríkisstjórnin segir þar? Já, ég leyfi mér nú að efast það en við skulum gáfa því að ef að svarið já í þjóðaratkvæðagreiðslunni að þá þarf að senda inn plagg. Það þýðir ekki að senda inn plagg þar sem segir við ætlum bara að fá að skoða í dótakassan hjá ykkur eða við ætlum bara að banka dyrnar og sjá svona hvað þið geti boðið okkur. Maður þarf að senda skjal eins og gert var 2009 undir þetta þáverandi forsætisráðherra þar sem að farið fram á aðild og á grundvelli tiltekinna greinar í Rómarsáttmálunum. Það er sótt um aðild. Það er sótt um aðild. Og síðan fer það eftir því hvernig Evrópusambandi bregst við því, hvort að það tekur lengra að skemmri tíma og hvort að það er hægt að gera það í einhverjum öðrum farvegi heldur en gert var síðast. Það kláraðist 11 kaplar held ég að 36 síðast, þessir 11 eru meira og minna það sem að Evrópska efnaðarsvæðið sko dekkar. Ég er ekkit viss um það að Evrópusambandið kemi bara og sagt, já við ætlum að bjóða okkur þetta eða hvað segir þau svona eitthvað. Það þarf auðvitað að þá að auðvitað, það er að semja eitthvað, það er alveg rétt. En hvað það er og til hvað langs tíma og á hvað sviðum, það er ekki vitað. En ég vil segja það sko að við erum Íslendingar, hvað sem líður svona daglegum deilum hlutina í stjórnmálunum eða svona einstökum vandamála sem uppi eru, til dæmis í efnahagsmálum. Eins og nú er verið að tala um verðbólgan muni leiða til þess að það sé að segja upp kjarasamningum og svo framvegis. Það er alltaf einhver slík mál í gangi hérna. En burt sér frá því, þá er staða okkar Íslendinga mjög góð, alveg sama við hvað miðað er. Við erum í mjög góða stöðu og maður þarf að spyrja sig þeirra spurningar ef að staða okkar núna við köllum hana A, ef við ætlum að fara yfir í eitthvað annað sem er B innan Evrópusambandsins, þá þarf það
að skila einhverju verulegum ávinningi. Já. Í grunninn þá þetta það sem á fínu máli kallað kostnaðarnýtja greining. Það að segja, hver kostnaðurinn, hver ávinningurinn. Sumt af þess hægt að meta í krónum og eurum, annað huglagt. Já. Sumir segja bara, já, ég vil gangi í Evrópusambandið af því að mér finnst að við heim í þessum félagskap innan vestrænar evrópskar lýðræðisþjóðir og allt það, sko. Það allt gott og blessað og það verður ekkert frá okkur tekið að við auðvitað hluti af þeim félagskap, bæði í gegnum EES-samningin og gegnum NATO. Já. Og en það svo sem alveg gott og gilt sjónamið. En það mann að spyrja sig hverjar eru fórnirnar? Hverjar eru fórnirnar nákvæmlega og við ráðum okkar fiskveiðistefnu sjávarútvegi algjörlega sjálf í dag. Þurfum að vísa semjum deilistofnana við aðra þjóðir og höfum þar hins vegar geta þegar okkur hefur ekki tekist að ná samkomulega þá hefur tekið okkur bara einhliða kvóta í vissum fisktegundum. Já. Við erum að tala síld og makril og kolmunna og loðnu. Við höfum yfirráð yfir okkar svæðum. Já, og við höfum þá, algjörlega og höfum getað, það hefur nú kallað á heilmikinn ágreininga til dæmis makrillinn þegar hann byrjaði að gangi inn í íslenska lögsögu, þá töldi Evrópusambandið að þeir ættu samt sem áður að eiga þær miklu stærri hlutað máli heldur en við töldum. En sem sagt, við stjórnum þessu öllu sjálf í dag, þar að segja, megninu af þessu sjávarútvegsmálum nema þessum deilistofnum, þar sem við hefum þó þetta svigrúm. Akkur skildum við vilja ganga í eitthvað bandalag eða samband til að semja það hvaða undan þá við fáum. Hvað við megum halda miklu af þessu eftir. Já, hvað við megum halda miklu af þessu eftir. Mér finnst það ekki skynsamlegt. Það þarf þó að vera eitthvað stórkostlegt í boði á móti, sem kemur á móti. Og það eru þetta, það sem að fólki talið trúum að þessi kostnaðarnýtjagreining sem að þú nefnir, að hún muni bara fara fram eftir að við segjum já og þá fáum við jafnvel að sjá bara hvaða vextir verða á húsnæðisláninu og hvað þú ert að fara að borga mikið hér en þetta villandi, það ekki? Jú, þetta villandi og sumpart þetta óskhyggja. Sko, það mun ekkert gerast í þess áttina bara á fyrsta degi neitt svoleiðis, sko. Ef við ætlum að ganga í eða gerast aðilar Evrópunni sem verður nú gerð krafa til okkur þá tekur það nokkur ár og við þurfum að uppfylla ákveðin skilyrði sem að listuð eru sem svokallað ERM2 skilyrði, Exchange Rate Mechanism, og það eru þá skilyrðum að verðbólgan sé svo lág, 2,5% held ég yfir ákveðinu meðaltali sem leggstu landa. Það ákveðin regla afgang eða halla á ríkissjóði og skuldastöðu ríkissjóðs og svo vexti á langtíma skuldabréfum og svo framvegis. Við þurfum að ná öllum þessum skilyrðum og við gerðum það tíma á 10. áratögnum eða fyrst aldamótin þegar verðbólga var lág hér og við höfðum mjög góða stöðu. Þá vorum við komin með þetta þessi Maastricht skilyrði svokall. En málið að þegar við náum svona Maastricht skilyrðum og okkur gengur vel þá náttúrulega langar engum að fara inn í Evrópusambandið. Og þetta útskýrði nú seðlabankastjórinn ágætlega á síðasta ársfundi seðlabankans. Þetta allt undir okkur sjálfum komið. Sko, Evrópusambandið mun ekki koma með sitt myntbandalag og segja jæja, nú ætlum við bara að redda þessu fyrir ykkur. Sko. Það ekki þannig. Þetta getum við auðvitað vel gert. Og stóri vandinn kannski hefur verið sá að verðbólgan þrálát vegna þess að við höfum ekki náð tökum á því hvernig best að skipta arðinum í þjóðfélaginu, skipta framleiðslunni milli þeirra sem að það að hluta máli og kjarasamningarnir í svona sögulega kjarasamningar í þjóðfélaginu að við hefum leitt fram meiri launahakkanir heldur en innistæði hefur verið fyrir, þar að meiri heldur en framleiðnin í þjóðfélaginu hefur boðið upp á. Þetta alltaf öðruvísi til dæmis í Noregi og mörgum öðrum nálægum löndum þar sem bara miða við það hvað útflutningsatvinnuvegir geti borið miklar hækkanir. En þetta nú önnur umræða en þetta módel sem við höfum hér á vinnumarkaðnum, það passar ekki inn í þetta system þarna í evrunni. En ég held reyndar að við þurfum að breyta því hvort þið sko, en það annað mál.
Já. Og sem sagt, það er villand að tala um að vexti lækki á fyrsta degi eða vöruverð. Vextir getur auðvitað eitthvað lækkað en það byggist allt á því að við náum sjálf tökum á verðbólgunni. Og það er nú svona, það er mitt persónulega mat og ég er nú bara leikmaður sem er bara með mitt húsnæðislán og er að reyna að meta hvernig okkur sé best borgið út frá því, bara út frá mínum eigin hagsmunum. Það er bara mjög eðlilegt. Sem eðlilegt er. Já. Og mér finnst alltaf einhvern veginn eins og við hljótum eins og þú segir að geta ná tökum á þessari verðbólgu sjálf, en við þurfum hvort þið er að gera það ef við ætlum að fara inn í ERM-samkomulagið og svo framvegis. En ég velti fyrir mér hvað þú sem fyrirverandi fjármálaráðherra, sko, ef að þú værir fjármálaráðherra í dag, hvaða ráðstafanir myndir þú grípa til núna til þess að ná tökum á þessari verðbólgu? Já, það... Góð spurning. Já, það er nú býsna góð spurning, sko. En ég vil bara segja við því fyrst að ég sem gamall fjármálaráðherra sko myndi ekki geta sætt mig við það að þurfa að borga með okkur inn í Evrópusambandið 10 milljarða. Nei. Ég var bara að fletta því upp í morgun hvað til dæmis Svíjar sem eru nú, þú veist, með svipaði þjóðatekjur og við borga á mann inn í Evrópusambandið netto, það eru svona 400 evrur á mann og ef maður reknar þetta bara með mannfjölda og breytir evrónum í krónur þá er þetta svona 23-24 miljardar eftir hvað gengi er á evrunni, hvað gengi er notað. Já. Þetta er bara hinn beinu framlög sko, sem að ríkissjóður þurft að standa skila á og svo bætist við þetta hlutdeild í tolltekjum þegar að búið er að setja upp tollmúra gagnvart þriðju ríkjum sem tollabandalagið Evrópusambandið er með, þetta er Kína, mundu hækka verð á vörum þaðan og svo þeirra hlutdeild í virðisaukaskatti. Þarna er ákveðnar reglur hvernig þessar greiðslur eru. Ég er ekki af meðal tækniatriði í því á hreinu. En það er alveg ljóst að við myndum þurfa að borga stórar fjárhæðir með okkur í þetta og við erum þá fyrsta landið sem að er að sækjum á þessari öld sem að er í fyrir stöðu. Já, það er núna talað um að löndin, það komu 10 lönd minni mig inn árið 2004. Það var meir og minna öll efstur Evrópa, gömlu koma ríkin þar, pluss Malta og Kýpur. Öll þessi lönd sáu greiðlega tækifæri í því að gangi inn í Evrópusambandið efnahagslega, vegna þess að þeir myndu fá svo mikinn efnahagslegan ávinning út úr því og það var auðvitað alveg rétt, það var búið að móla þessi lönd í Austur-Evrópu niður, innviðir í rúst og pólitíkin náttúrulega og allt það dæmi í hreinu rugli. Við sem fylgdust með því, þetta vonuðum bara innilega að þeim myndu takast að komast inn í Evrópusambandið og ég er nú svo gamall í hettunni, ég man vel eftir því þegar að það var það leiti sem við var að vinna í EES-samningnum, ég var í utanríkismálanefnd þá og það var, menn lögðu hart að sér að koma þessu máli í gegn. En á sama tíma þá semst voru Finnarnir og Svíjar, austuríkismenn að semst vinna í sínum aðildarumsóknum að Evrópusambandinu og það voru þjóðaratkvæði greiðslur og ég man þó að maður væri sjálfur ekki hlindur aðild Íslands að Evrópusambandinu, þá vonaði ég innilega að Finnarnir til dæmis kæmust inn. Já. Vegna þess að það var alveg mikil og bráð nauðsyn fyrir þá eftir fall múrsins og Sovétríkjanna og ljók kaldarsins að koma sér í skjól. Þar var verið að tala um alvöru skjól því enginn vissi hvað gerðist næst í Rússlandi. Og sama núna ef ég væri að veita ráð í Albaníu eða Svartfjallalandi þá myndi ég alveg eindregið hlindur því að þessi lönd kemist inn í Evrópusambandið vegna þess að þau er vona miklu fjárstuðningi þaðan. Og hvaðan kemur hann? Hann kemur frá hennu ríkari löndum sem við yrðum auðvitað og þessna yrðum við netto greiðundur, miklir netto greiðundur inn í þetta. Jafnvel þá að svo við fengjum alls styrki tilbaka þá er þið netto útkoman sem sagt svo að við myndum greiða heilmikið með okkur. Já, það er mjög villandi þegar að fólk er að tala um að
að það megi bara líta til allra þessara landa og sjá hvað þau hafa hagnast mikið að fara inn í Evrópusambandið. Þau eru náttúrulega í allt annari stöðu þegar þau koma inn og þegar þau sækja um. Það er hárrétt, það er mikill munur á því og ég hef nú komið bæði til Albaníu og Montenegro, tverrfjallaland og tala þar við ráðamenn og mér finnst það er auðvitað margsorglegt, það hefur verið mikil spilling í þessum löndum og þurfti að reyna að uppræta hana. Það er einn krafa af hálfu Evrópusambandsins að menn taki í alvöru á slíkum málum og það er sama vandamála hefur verið í Úkraínu líka sko. En það er ekki vafamála fyrir þessi lönd, þá er það mjög jákvætt að ganga þannig inn og við skulum heldur ekki sko, uppmála Evrópusambandi sem einhvern skrýmsli eða ófresku. Það hefur haft margt gott í för með sér. Ég er ekki andvígur sambandinu sem slíku þvert á móti. Ég er bara mjög ánægður með hvað þau hefur tekist að leysa úr ágreiningi milli þessara gömlu fjenda sem þarna fóru inn í upphafi og svo framvegis, en það þýðir ekki það að það passa endilega fyrir okkur við þá sérstöðu sem við búum. Akkurat, ríkisstjórnin hefur verið að tengja þessa umsótt svolítið við breytt öryggisástand, Úkraínustríðið og óvissu Bandaríkin. Þú varst náttúrulega sendiherra í Washington eins og áður kom fram. Hvað finnst þér þessi rök? Mér finnst þau haldi lítil. En ég skil alveg sjónarmiðið á punktinn sko, en mér finnst hins vegar dálítið undarlegt að ætla að taka öryggisákvarðanir á grundvelli þess að Trump Bandaríkjaforseti sé að segja hitt og þetta, auðvitað mjög óviðeigandi hluti eins og til dæmis gagnvart grænlendingum vinnum okkar sem við hljótum að fordæma, en hann verður farin eftir 2 ár, 2,5 ár. Þú telur ekki að viðhorf Bandaríkjanna í heilsinni gagnvart Evrópu hafi breyst það mikið að við þurfum að stilla okkur upp með Evrópu? Sko við erum í algjöri sérstöðu gagnvart Bandaríkjunum, bara vegna okkar landfræðilegu legu. Ég myndi kannski hafa áhyggjur sem þessar ef ég væri í Eistlandi, Lettlandi eða Litáin, eða ég vil Rúmeníu, þessum gömlu ríkjum sem liggja nálægt Sovétríkjunum og Eystrasaltslöndin 3 voru auðvitað hlut af Sovétríkjunum áratugum saman og það var allt saman ólöglegt og auðvitað tókst að vinda ofan að því. En ég held að við liggjum á þannig áhrifasvæði Bandaríkjana að hvað svo sem gerist að þá verða þeir okkar bandamenn vegna sinna eigin hagsmuna. En heldur að ef ESB aðild kæmi fyrir Ísland að myndi það veikja tvíhliða varnarsamstarfið okkar við Bandaríkin? Ég er ekki alveg viss það, en það myndi ekkit endilega styrkja það sko. Og ég held að það sé bara rangt að horfa á þetta máli í því samhengi sko. Efnahags, það er efnahags hljóta að vera aðalega efnahagsástæður fyrir því að menn vilji ganga þarna inn. Og svo pólitískar ástæður eins og það að vera bara í góðum félagskap og eitthvað svona. En það er líka þannig með þetta sæti við stóra borðið að þetta er pólitískt borð. Það er að segja, það eru teknað þarna pólitískar ákvarðanir og gildið sem að felst í því að vera við þetta borð er að geta beitt neitunarvaldi. Það er að segja sagt nei, ég kæri mig ekki þetta og þá heldur það. En í svona pólitík að þá koma bara ríkinn daginn eftir og segja, heyrðu já, við ætlum þá ekki að samþykja þetta sem er ykkar hagsmunamál. Þetta er sem sagt svo kallað give and take eins og það er kallað í ensku og það er ekki án kostnaðar að beita neitunarvaldi. Nei, það er það ekki og getur verið hættulegt, en þar fyrir utan er náttúrulega samkvæmt Lissabonsamkomulaginu sem er nýjasta svona heildarsamkomulagi þarna innan Evrópusambandsins gert ráð fyrir miklu minna það er minnkað þetta neitunarvald og það eru færri málasvið sem að það nær til en fleiri þar sem er bara grúppur af löndum eftir stærð eða mannfjölda eða fjölda ríkja án þess að sé 100% eining og þetta er náttúrulega verður maður að gera sig grein fyrir, það getur verið fínt að sitja hérna við borðið en þetta stóra borð eins og voru öll hinn sem ég gat á þann þau hverf ekkert, það þarf að manna þau líka
og þetta nú eitt af því sem að mun leggjast á íslenska ríki, þar að halda út í öllu þeim mannabla sem þarf í þetta. Sko núna held ég að séu vel innan við 100 manns á vegum Íslands úti í Brussel. Það sendir á þið, það eru stofnanirnar, það er EFTA, það er dómstóllinn og það er ESA og kannski eitthvað meira. Þetta er vel innan við 100 manns. Ég er ekki með tölun á hreinu. Við myndum þurfa að bæta við 100 manna á okkar eigin kostnað við að vera þarna sem aðilar af Evrópusambandinu og meina það er óbáslega dýrt. Þetta er mikill peningur. Þetta er mikill hvati fyrir til dæmis bara starfsfólki í utanríkisráðuneytinu sem að sér fyrir sér alls konar tækifæri með fleiri starfsmöguleikum út í Brussel eða Strasbourg og hvar sem það er að Já, ég vil nú ekki ætla neinum að vera að taka ákvarðanir í svona örlagaríkum málum út á bara persónulegum svona atvinnuhagsmunum. En það blasir við að mjög margir geta fengið þarna vel launaða vinnu. Segjum bara ungir lögfræðingar eða viðskiptafræðingar eða allt mögulegt. Og það er fínt en það má ekki vera ástæða fyrir því að fólk taki afstöðu í þessu sko. Það er náttúrulega kostnaður líka, það er vinna fyrir einn en það er kostnaður fyrir annan sko. En hvað myndið þú segja í þínum huga, þegar kemur að þessum stóru atriðum sem eru ekki inn í EES-samkomulaginu, það er að segja sjávarútvegur, landbúnaður, gjaldmiðl og auðlindamál. Hvað telurðu að sé líklegt að við getum náð einhverjum hagstæðum samningum í þessum stóru málum? Þetta er svo sem veit enginn. En ég tel mjög ólíklegt að við fáum einhverja varanlegar undan þá voru. Þau hafa nú talað þannig í ríkisstjórninni eins og þau veit eitthvað meira við þetta og kannski gera þau það en þetta kemur þá í ljós en ég heyrði utanríkisráðherrann tala það að hún ætlaði að vildi byrja á erfiðustu köflunum, þar að segja sjávarútvegi og landbúnaði. Já, það er nú jákvætt. Já, fínt að gera það og síðan sagði hún líka, núna alveg nýlega, að það er ófrávíkjanleg krafa hennar að við hefðum full yfirráð yfir sjávarútveginum, fiskveiðistjórnuninni og öllu því. Hvort svo sem mennur sátti við hana, þá er það bara á það að vera íslensk spurning. Og það, ef hún vill byrja á þeim kafla og leggja þá kröfuborðið, já þá voru þetta nú sannlega fljótlega búið. Með að ef að þeir get ekki samþykkt slíka kröfu, þá er það kannski ágætt að fá það bara upp á borðið strax og þá er þessu bara lokið. Já, frekar en að ílengjast í margra ára samningaferli sem að enda síðan með engu. Sko, það hefur ekki kannski komið nægilega fram að hvernig samningarnir árið 2012 enduðu, það sildi bara í strand og það var aldrei opnaður einu sinni, held ég, sjávarútvegskablinn eða landbúnaðarkablinn. Akkurju, mér fannst það ekki vera nægilega skýrt. En þar var þó allavega meiri hluti á Alþingi fyrir að fara í þessa viðræður. En því var hafnað þá hins vegar að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Og ég hef ekkert á móti því að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Mér finnst þessu að tímasetningin og allt ýmislegt í kringum það svona undarlegt og meðan þessi sagt var í kosningabarátunni og þess að þetta var ekki til umræðunni beint. Þannig en nógu það, við erum það sem við erum með þetta mál og mér finnst sko að það séu litla líkur, við kemum aftur að þinni spurningu á það verði einhverja sérlausnir sem geta verið varanlegar og jafnvel þó að menn telji það að þá geti komið eftir 15 ár kannski allt annað fólk og svo framvegis og sagt, já, við getum ekki haft þetta svona lengur. Hvað stöndum við þá? Svoleiðis að hérna ég er sem sagt ég ætla að segja nei í þessari kosningu af mörgum ástæðum. Ég er nú búin að benda á þessa áhættu út af EES og þetta sjávarútvegsmál og landbúnaðarmál, þetta er auðvitað hluti af þessari fullveldi spurningu. Hvar liggur valdið í þessum efnum? Erum við tilbúin að skila einhverja því til Evrópusambandsins og hvað fáum við þá í staðinn?
og ég tel að það sé hefur ekki verið sýnt fram á að það sé fullnægjandi sem kemur í staðinn. Það er sagt að við erum búin að taka upp 75% eða 80% af öllu þannig í EES og hvað er þá því þessum 20% eða hvað er 25% sem er svona mikilvægt fyrir okkur að við myndum fórna þessu, sko. Þetta er yfirráði yfir sjávarauðlindinni, fiskveiðistefnunni og öllu því og okkar hagsmunum í landbúnaði. Þetta er tilvistarspurning, existential spurning. Þetta er ekki bara hagsmunir, sko. Og ég held að engin þjóð væri tilbúin að deila forræði sínu yfir svona auðlind sem er jafn mikilvæg eða atvinnugrein sem er jafn mikilvæg fyrir landið eins og sjávarútvegur er fyrir Íslendinga. Ég veit ekki nokkra þjóð sem myndi vilja gera það og því skildum við gera það, við þurfum þess ekki. Það er engin knýjandi nauðsyn. Er þetta ekki bara þessi 20-25% sem er eftir, er raun og veru akkurat þessi mál sem við getum ekki afsalað okkur? Jú, þau eru þetta, stór partur af því. Já. En hvað, myndirðu segja við, það er fólk sem er ekkit hlindi endilega gangi í Evrópusambandið, en það ætlar samt að segja já núna 29. ágúst til þess að sjá hvað er í boði. Hvað, svona í stuttu máli, hvað myndirðu segja við slíkan einstaklinga þú hittir hann bara í heita pottinum og þið væri að ræða þetta? Já, ég myndi segja að það væri verið að blekkjan á vissan hátt. Þetta er auðvitað að formi til aðildar viðræður og þó svo að ég get ekki fullyrt það hvernig það er munu síðan þróast. En þetta mun kosta heilmikið, þetta mun taka heilmikinn tíma og það er ekkit garantí fyrir því að viðkomandi fái neitt sem að væri jákvætt fyrir hann upp úr hattinum, sko. Ég myndi ekki vilja taka þá áhættu sem ég nefndi hérna í upphafi til þess að fá að sjá einhvern tímann hvað út úr þessu kemur. Ég held við vitum það í aðalatriðum hvað það er. Við erum búin að fara yfir það hérna og ég held að sé að þetta fullir það að líkundur á því að það séu varanlegar undanþágur í boði í því sem skiptur okkur máli séu afar litlar, sára litlar ef nokkrar. Ég vil ekki fullir það að 100%, sko, en þetta er það sem að við manni blasir. En eru til einhverju málaflokkar þar sem þú telur að Ísland hefði raunverulega haga því að vera fullgildur ESB aðili? Ég tel að við séum búin að fá allan þann efnahagslega og viðskiptalega ávinning sem hættir að fá fjárhagslegan ávinning út úr EES-samninginu nú þegar. Og það má færa góð rök fyrir því? Ég held það. Við höfum haft á honum ómældan ávinning. Mann vel eftir þeirri baráttallir saman og ég er nú svo gamall, ég mann eftir því við gengum í EFTA 1970 og eftir deilunum sem það voru. Ég mann líka hverju voru á móti EFTA-samningnum og þetta EES líka. Margir hafa nú skipt skoðun og haft full leyfi til þessu þetta. En það er sko hvað varst að spyrja um aftur? Hvort það væru einhverjir málaflokkar sem Ísland hefði raunverulega... Já, ég var að segja að við erum búin að fá allan þennan ávinning að þessu og ég held að það myndi sára lítið bætast við. Ég held að það er spurningin um evruna og auðvitað má segja sem svo að fá stöðugan gjaldmiðil er auðvitað einhvers virði en það má ekki kirkja okkur í leiðinni með þessu stöðuleika. Sko, evran hefur reyndar ekki verið mjög stöðug gagnvart íslensku krónunni upp á síðkasti, hún hefur verið að lækka. Krónan hefur verið ansi stöðug núna síðustu misserinn, árin, en það er eitt af því sem að hérna menn gleyma gjarnan að segja bara við fáum stöðugan gjaldmiðil og lægri vexti. Það getum við ekkert fullyrt það eru mismunandi vextir á Evrópusvæðinu og evrusvæðinu eftir löndum, eftir aðstæðum í hverju landi og þá ef að það kemur til einhverja efnahagslega skakkafalla þá getum við ekki jafnað það út með genginu eins og við höfum gert í gegnum árin. Heldur þarf ekki að taka það út í raunhagkerfinu sem kallað þar að segja á vinnumarkaðnum. Með atvinnuleysi og þess áttar sem við höfum nú viljað forðast eins og við getum. Það er margir erfitt með að skilja þetta og getur útskýrt fyrir okkur hvað sjálfstæð peningastefna hafi raunverulega gefið Íslandi til dæmis síðastliðin 20 ár?
Já, við tókum upp nýja peningastefnu árið 2001 Já, og úr fast gengi. já, það var endar sko Seðlabankunum var sem sagt gefið eitt markmið verðbólgan að halda verðbólgunni í skefjum Já, og eitt verkfæri það er að segja vextirnir. já, Svo hefur hann auðvitað önnur verkefni á sviði fjármálastöðuleika og svo framvegis núna fjármálaeftirlits en sko gamla kerfið sem var á undan gafst ekkit mjög vel. Það var, ég man eftir því sem ungu maður í Seðlabankunum að þá stjórnaði ríkisstjórnin eiginlega genginu og það kom hringing af viðskiptaráðherranum á morgnana til formanns bankastjórnar Seðlabankans til að segja honum hvað mætti breyta genginu mikið þann daginn. já, Þetta var svona, þá var það fljótandi gengi, svo kallað, áður fyrr, þegar ég var enn yngri, þá var hér fast gengi og svona stóra gengisvellingar, já, þegar það var talið nöðsynlegt, 67 og 68 og svo framvegis og var mikið mál, en þarna voru sem sagt svona miklu tíðari en minni gengisbreytingar, en síðan var reynt að koma förstu skekki á þetta, við ýmsum hætti en það var ekki fyrir en þessi lög árið 2001 Seðlabankan tóku gildi sem að þetta fór í þann farveg sem við þekkjum í dag og það hefur auðvitað fært okkur vissa stöðuleika en hvorki Seðlabankin við vaxtastefnan geta hins vegar unnið bug á sko grundvallar breytingum í hagkerfinu sem geta orðið út af ýmsum sveiflum og það höfum við náttúrulega upplifað. En væri þetta tól Seðlabankans ekki miklu effektífara, virkara ef við verum ekki með verðtryggingu? Þetta er náttúrulega, hann hækkar vexti en það breytir raun og veru ekki öllu hjá fólki að því að þetta færist bara aftan á höfuðstólun á lánunum. Já, þetta er alveg rétt hjá þér sko að breytilegi vextir vextir Seðlabanka vextir þeir hafa ekki áhrif á allt vaxtarófið, þeir hafa áhrif á óverðtryggða vexti og ekki síst á til fyrirtækja en einnig einstaklinga en breytingin hefur miklu seinna áhrif á þetta verðtryggðadæmi en ef okkur tekst að koma niður verðbólgunni í skikkalegt torfi eins og var nú hérna tíma kringum 2,5% þá skiptir verðtryggingin mjög litlu máli. Algjörlega. Skiptir engu máli hvort þú ert með verðtryggt eða ekki og þannig að þarf ástandi að vera verðtryggingin var tekin upp hérna 1979 til þess að vinna gegn sko svakalega neikvæðum áhrifum óðaverðbólgunar þarna á undan. Þegar lífeyrissjóðirnir töpuðu á hverju ári stórfé, allur almenningur með sparifé í bönkum, allir sem áttu sparifé, hvort sem það var undir koddan hjá fólki eða bara á bankareikningum. Þetta var nauðsynlega aðgerð á þeim tíma. Vonandi komumst við einhvern veginn á þann stað að við getum losað okkur við verðtrygginguna. Já, mér langar að reyna að sjá það aðeins fyrir mér. Ef við gefum okkur það að okkur tækist vel upp hérna í baráttunni við verðbólgu og náðum að halda henni lágri í langan tíma og fólk verðtryggingin væri hægt að skipta máli og við myndum afnema hana þá á þeim tíma og svo færi aftur að fara af stað verðbólga. Hvað myndi gerast? Eða myndi þetta að vera án verðtryggingarnar myndi það kannski hjálpa okkur að verðbólgan færi ekkit aftur á stað eða hún gæti náttúrulega alltaf farið að einhver leita stað en það er þá sárara fyrir allt þjóðfélagið og fólk væri kannski að halda svona meira aftur að sér og reyna að halda þessu niðri hvað heldur þú, ef við verðum með laus við verðtryggingu eftir langt tímabil lágrar verðbólgu hvernig gæti það litið út sko myndi það hjálpa okkur að vera laus við verðtrygginguna þá eða myndi allt fara í bál og brand ef að verðbólga færi á stað? Já, það sem að myndi gerast held ég að uppspretta langtímalána myndi hverfa. Sko, menn og þeir aðilar sem að veita 40 ára lán þar á meðal náttúrulega lífeyrissjóðirnir og bankarnir og bankarnir einhverju leyti og það sem einu sinni var íbúðalánasjóður
sko, hver treystir sér til að lána til 40 ára í þeirri efnahagsóvissu sem að hefur alltaf svona loða við okkar litla hagkerfi. Það er vandamálið. Og verðtryggingin auðvitað bjóti grundvöll fyrir langtíma lán og þess vegna hefur smám saman verið bannað sko að verðtryggja skemmri lán og menn að vera að færa sig aftar. En þetta er veðmál sem að við erum að tala í sambandi við að leggja af verðtrygginguna á einhverjum tímapunkti, kannski þegar hún orðin 50 ára, 2029, ég veit það ekki. Er það raunhæft að leggja? Það fer eftir aðstæðum. Það er einhver tíman, á einhverju stígi verður það raunhæft kannski. En við erum með auðlindadrifið hagkerfi og með rík af auðlindum og getum skapað mikil útflutningsverðmæti. Er það ekki grunnforsendan fyrir því að halda krónunni stöðuri? Að vera að passa upp á að skapa meira heldur en að við eyðum? Jú, það er nú bara, heimilisbókaldinu líka þannig, sko. Já. En verðmætasköpunin sem að náttúrulega eru útflutningsatvinnum vegirnir, en auðvitað, margt fleira heldur en sjávarútvegur og landbúnaður, allar þessar nýju greinar, fiskeldið og hugbúnaðarinnaðurinn og allskyns tækifæri og auðvitað ferðaþjónustan í stórkostlegu mæli. Þannig að og þetta verður alltaf geta gengið bara til þess að við getum haldið uppi hér því velferðarkerfi sem við viljum hafa og þeim standard í þeim efnum sem við viljum og hefum vanist. Og þess vegna má ekki grafa undan því að atvinnuveginn geti haldið áfram að skapa verðmæti. Þetta er nú... Það eru stjórnvöld ítrekað að gera? Já, það má segja það. Ég meina, kannski ekki viljandi, en það er auðvitað, þetta er augljóst mál, sko. Allir auðvitað ætti að gera sig grein fyrir því. Jásinnar segja vaxtamunurinn milli Íslands og Evrusvæðisins sé raun og veru reikningurinn sem að heimilin greiði fyrir krónuna. Er það rétt eða röng fullyrðing? Já, hún er röng eins og staðan er núna, held ég, sko. En spurningin er, munið eitthvað breytast ef við tækjum upp evruna? Og það gerist ekki daginn eftir að við göngum í Evrópusambandi. Það tekur einhver ár að koma sér inn í það system. Og þá er heldur ekkit víst að vextirnir lækki. Vegna þess að þeir, eins og ég sagði áðan, þeir eru ekki þeir sömu allstaðar í Evrópu. Þeir eru breytilegir eftir aðstæðum á hverju stað. Og þetta er auðvitað svona einfalt og gott svona áráðus tæki að segja þetta bara. En reikningur sem að við komumst undan ef við evru. Já, þetta er svona reikningur sem að þeir eru að tala um sem er ekki hægt að reikna út. Nei. Þú veist, hvernig munið þrómast. Síðan er ljóst er það ekki að ef að við fáum eitthvað lægri vexti þá mun það alltaf leiða til dæmis, við sáum það náttúrulega bara í COVID, vextirnir fóru mjög lágt niður og fasteignaverð rauk upp. Það er eðlilega þegar það er meiri kaupgeta hjá fólki þá ríkur fasteignaverð. Já, það á nú við um fleiri en fasteignir, sko. Það er svona... Þannig að þetta er einhver lína alltaf. Mál sem fer í gang og það þarf auðvitað þá að gera sig grein fyrir því og Íslendingar hafa náttúrulega verið almennt yngri þeir eru að festa sér húsnæði í fyrsta sinn heldur gerist í Evrópu, það er miklu algengara að fólk búi í leiguhúsnæði í gegnum allskyns leigufélög og fleira fram eftir aldri og sumir kjósa bara að hafa þann lífstíl og nota peningana sín í annað, mér finnst út af fyrir sig ekki að því ef kýs að gera það svoleiðis. Íslendingar vilja frekar séreigna. Já, og minn gamli flokkur hefur alltaf reynt að styðja við séreignastefnuna og að því að ef þú átt einhverja eign, það gefur þér vist frelsi. Já, og öryggi. Já, og þess vegna er þetta svo mikilvægt og þess vegna er þetta ákveðin hætta sem þú ert að benda á. Ef að vextinni lækka mjög mikið, þá hækkar húsnæðisverðið á móti. Þetta er líka eitt af því sem við getum ekki fullyrt um. En getur þú hort í augun á ungu fólki sem greiðir gríðarlega háa húsnæðisvexti og sagt þeim að sjálfstæð peningastefna sé þess virði? Já, ég tel mig geta það. Ég ræði þetta stundum með börnin mín sem öll eru með húsnæðisskuldir eins og flestir Íslendingar. Einmitt. Og
þetta er alltaf spurningum sko, hver hinn valkosturinn og við erum búin að vera að ræða hann hérna og það engin fótfesta í því, það engin vissa það að það sé neitt betra og ég vil alls ekki sko gangin í Evrópusambandi ef það að fórna yfirráðunum yfir sjávarauðlindinni og veist, það ekki sama hvað hlutirnir kosta sko. Bankahrunið sem var nú mjög örlagaríkt bæði fyrir þig sjálfan persónlega og okkur öll en hefði það orðið öðruvísi ef Ísland hefði verið innan ESB og Evrósamstandsins á þeim tíma? Sko, bankahrunið á Íslandi var ekki sér íslenskt fyrirbæri. Það var fjármála kreppa allstæðar í heiminum og byrjaði í Bandaríkjunum. Það sem mjög margir bankar fóru bara á hausinn og hafa ekki sést eftir það. Og svo þetta líka í Evrópu og eftirhetturnar af því urðum miklu lengri í sögum Evrópulöndum heldur en til dæmis hérna á Íslandi þegar við réttum mjög fljótt úr kútnum vegna þess að við grepum til þeirra aðgerða í byrjun sem nauðsynlegar voru en til dæmis Grikkirnir voru að glíma við þetta miklu lengur og það var sko þó kreppa í þeirra eigin gjaldmiðli þegar þeir eru með evruna og þeir eiga sæti við stóra borðið en þeir hefðu geta sagt eða kannski óska sér nú vil ég bara standa upp frá þessu stóra borði og fara mín eigin leið, en það eiginlega bara ekki hægt og það eitt af því sem stór mál í þessu, þetta meira og meira óafturkræft ef þú ferð þarna inn, svo við sáum með Bretana, þeir voru reyndar ekki inn í evrunni, en Grikkirnir þó þeir hefðu viljað, hefðu ekki geta komið sér út úr því, þeir hefðu geta tekið öðruvísu sínum málum ef þeir hefðu haft sinn eigin gjaldmiðil og Kýpur sem var líka í kreppa á sama tíma og notar evruna líka þá voru evrurnar þeirra eigin heima gjaldmiðil skammtaður út úr bönkunum, ATM-bönkunum, vélónum, hraðbönkunum segi ég og þannig að við hefðum lent í miklum hremmingum, hvort sem við verið innan Evrópusambandsins eða ekki, en eitt af því sem kom okkur í mikinn vanda voru með reglur Evrópusambandsins sem við höfum tekið upp og það kom á daginn að þær voru mengallaðar til dæmis varðandi bankastarfsemi yfir landamæri og svo auðvitað yfir sem sagt innlánstryggingarnar sem að ICE-máli snýrist nú allt saman þarna voru mikli gallar og það búið að vera að reyna og sjálfst búið að gera heilmikið því að reyna að laga það. Við hefðum ekkert losnað undan bankakreppunni eða hruninu. Það hefði kannski byrst með öðru móti. Við hefðum þá verið alveg pekkfastir og ekki geta hreyft okkur, ekki geta gripið til þeirra ráðstafana sem við gerðum með neyðarlónu sem ég flutti og ég held að við hefðum að mörguleiti farið verið út úr því. Þetta er auðvitað erfitt að svona giska á svona eftir á. Það er alveg ljóst að við jöfnuðum okkur betur á hrununa þegar við vorum með korona, okkar eigin gjaldmiðil. En það er spurning, geti verið að bankarnir hefðu kannski ekki fallið ef við hefðum ekki verið með krónu á Íslandi þá? Þetta er líka... Evrópski seðlabankin bjargaði þá eða... Það fóru nú ýmsir bankar á hausinn í Evrópu sko. Og það má þetta gera sér kannski einhverja hugmyndum að við hefum geta haft sko stærra bakland að heldur en við höfðum gagnvart því að bakka upp bankana en ég treysti mér ekki til að fullyrða að við hefum haft einhverja ótæmandi sjóði þar til að gangi það var ekki þannig og það var ekki þannig hjá sem sagt öllum þeim löndum sem þarna áttu hluta máli en við náðum okkur fljótt á strik við auðvitað maður tekur saman árin 2008-2009 þá fjall þjóðarframleiðslan á Íslandum 10% ef ég man rétt síðan byrjuðum við að ná okkur upp til nú við höfum getað gert það jafnvel aðeins fyrr ef það hefði ekki orðið þessi stjórnarskipti sem óvænt urðu þarna í janúar 2009 en aðrar þjóðir ég held að þjóðarframleiðslan í Lettlandi hafi lækkað 18% eitthvað svoleiðis í Þýskalandi 6% á árinu 2009 og ég man ekki allar þessar tölur en það voru semst mjög margir sem lentu illa í því
og sem sagt mistu niður sína þjóðarframleiðslu heil mikið á þessum árum. Sumir meira en við, aðrir minna, sumir svipað. Hvort þeir voru í eða utan Evrópusambandsins. Þú varst fjármálaráðherra á stórum hluta þessa mikla vaxtaskeiði sem var fyrir hrun. Þegar þú horfið tilbaka, voru gerð einhver mistök í ríkisfjármálunum sem ýttu undir þenslu, verðbólgu og vöxt bankakerfisins? Ég kannski myndi nú ekki segja að það hefði verið gert í ríkisfjármálunum, en það alveg klárt mál að ríkisstjórnin, bæði áður en ég tók við sem forsætisráðherra og eftir, var ekki kannski nógu vakandi eða gerði sér ekki nógu vel grein fyrir þeim veikleikum sem voru í þessu regluverki sem kom frá Evrópusambandinu og ég nefndi hér áðan. Við töldum að þetta væri alveg pottþétt kerfi. Já. Og það var okkur sagt af hálfu þarna ráðamanna þarna úti sko og það var talið, þetta fór í gegnum Alþingi auðvitað eins og rann bara þar í gegn anstöðulaust öll þessi lög þetta evrópska fjármálaregluverk. Gerðum við mistök? Já, ég til dæmis að við höfum ekki átt að taka fjármálaeftirlitið út úr Seðlabankanum eins og gert var þarna skömmu fyrir aldamót. Það var ákveðin tilhneiging og svona í tísku elendis að gera búið til svona sjálfstæði fjármálaeftirlit og það var tekið bankaeftirliti sem var nú alltaf í Seðlabankanum og var þar þegar ég vann þar. Það var bankaeftirliti hluti af Seðlabankanum en svo fór það og var það sjálfstæði stofnun og sameinaðist tryggingaeftirlitinu en var kannski heldur aldrei nógu öflugt til að geta dílað við þessa stóru banka sem svo stálu frá þeim starfsfólki og svona bauðu þeim betur. En þeim betri kannski að fylgjast með litlu sparisjóðum út á landi og svona sem kannski skipti minna máli. En þetta getur maður auðvitað allt hort á tilbaka og sagt þarna hefðu við átt að setja meira til þess að styrkja þessa mikilvægu stofnun fjármálaeftirlitið. En ríkisfjármálin voru á þessum tíma, ef mig misminnir ekki nokkuð heilbrigt. Þú varst að greiða niður skuldir ríkissjóðs alveg markvisst þinn tíma og greiddir þær niður, ekki komin bara niður í 0? Já, það fer nú eftir hvernig það reiknað sko. Á einhvern mælikvarða var það komin niður í 0 ef þú tekur sem sagt netto eignir á móti skuldum sko. En síðan náttúrulega ríkissjóð stóð það vel. Eftir líka Árni Matthíasson tók við að mér og fylgdi sömu stefnu eftir að þegar fjármálarhrunið kom þá stóðu ríkissjóður það vel að við gátum sem sagt fjármagnað endurreist þessara 3 stóru banka sem hrundu þarna haustið 2008. Og hluta neyðarlögunum gekk út á það að veita heimildir til þess að setja peninga í það stóra mál. Og ég auðvitað lagði mikla áherslu á það allan tíman þegar ég var fjármálaráðherra þegar við værum í stakk búnir til þess að væri komið með afgang að þá skildum við nota hann til að greiða niður skuldir og ekki bara það heldur líka til að borga inn á fjárhagslega skuldbindingar ríkissjóðs hjá lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins. Þær voru mjög miklar og þar stemdi fullkomið óefni vegna þess að skuldbindingarnar voru miklu meiri heldur en fyrirsjáanlega tekjur ef það var reiknað fram í tíman. Og ekki kom til greina að skerða þau réttindi opinberra starfsmanna frekar en í öðrum annar staðar og þess vegna var nauðsynlegt þó að það væri nú ekki allir sáttu við það sem vildu eyða þessum peningum í einhverjar fjárveitingar aðrar. Það var alveg nauðsynlegt að gera þetta og hefur skipt miklu máli fyrir sjóðinn og síðan hafa þessi peningar auðvitað ávasta sig. Ég held í muni líka bara kosningaslagorðið ykkar hérna fyrir 2007 traust hagstjórn stærsta velferðarmálið. Það er ekki rétt hjá mér. Já, það var eitt af því held ég sem var notað alveg rétt. Og það er náttúrulega mikið þannig er það. En svo auðvitað fóru hlutir á annan veg þarna þegar komum fram á árið haustið 2008 af ástæðum sem að ríkisstjórnin réð ekki við. En núverandi ríkisstjórn, ef þú myndir leyfa þér að svona horfa gagnrýnum augum og þar er mikill slaki í ríkisstjórnum þó að þau hafa gefið fögur fyrirheitum að þetta er mikið aðhalds verkefni hjá þeim,
þá hafa ríkisútgjöld aukist verulega í Já, ég vil nú helst ekkit vera að tjá mig það, sko, eða verk núverandi ríkisstjórnar annað en þetta með þjóðaratkvæðagreiðsluna. Og ég svaraði ekki spurningunni þín áðan hvernig ég myndi bregðast við, sko, verðbólgunni núna. Já. Ég vil ekki vera að blanda mér í svona málefni dagsins eins og þetta núna. Ég vil auðvitað gefa ríkisstjórninni færi á að vinna úr sínum málum og ef hún getur það ekki, þá verður hún auðvitað að taka afleiðingunum af því, ekki síðar en í kosningum eftir 2 ár. En hvað það svona þegar fyrrum landshöfðingjar sem að stýrðu lengi vel vilja ekki blanda sér inn í verk núverandi stjórnvalda? Hvers vegna taka menn þessa afstöðu? Já, það nú bara hlutverk þeirra sem eru í stjórnaraðstöðun í dag að gera það. Ég óska bara þeim sem stjórnar landinu á hverjum tíma ná alls góðs í því, það ekkit einfalt mál eða auðvelt og ég vil ekki vera að koma og gagnrýna fólk núna, eins og ég segi það er fullt af öðru fólki sem tekur það að sér. Ég er ekki á þeim stað í mínu lífi eins og ég hef stundum sagt, ég syngi kallakór og tefli skák, ég geri það sem ég finnst skemmtilegt en mér finnst þess var í þessu þjóðaratkvæðagreiðslumáli og þessu Evrópusmáli, það er miklir þjóðarhagsmunir í húfi að ég sást það til að blanda mér aðeins í það, koma með sjónarmið. Og ég kann að meta það, ég held að fólk kunna að meta það. En þú sagðist í forsætisráðuneytinu þegar Íslenska ríkið stóð frammi fyrir stærstu efnahagslegu krísu lýðveldi sögunar. Hvað kenndi svo reynslaðir fullyrðingar stjórnmálamanna að áhætta sé lítil eða viðráðanleg? Eins og þessi engin áhætta til dæmis tekin með því að fara inn í þessar aðeldaviðræður núna. Já, þetta auðvitað kannski ekki alveg sambarilegt en auðvitað lærir maður á það á langræfi í stjórnmálum að reyna að fara varlega og maður á að menga áhættu þar sem það er hægt og reyna að sneiða hjá áhættu þar sem það er hægt og þetta nú bara svona almenn held ég skynsemi en auðvitað læri maður á því að takast á erfiðleika og ég leyni því ekkert að þetta voru nú einhverju erfiðustu dagar í lífi mínu þetta haust þarna 2008 og ég lýsi því nú í ævisögunum minni sem kom út fyrir 2 árum hvernig þetta var og menn hafa ýmsir komið að máli við mig og svona fagna því hvernig þessu er lýst. Þannig ég bendi þér á bókina. Já, ég þarf að lesa hana, ég hef heyrt mjög góða hluti hana. En sko, hvernig á almenningur að greina á milli ábyrgrar áhættu viðvörunar og hræðsluáróðurs? Það svo margir sem að halda einhvern veginn að þessum menn sem að vara við þessu aðeldaferli verði kostnaðarsamt og svona, þetta sé bara hræðsluáróður. Hvernig á almenningur að greina á milli? Já, þetta nú aldeilis góð spurning. Stundum kannski fer það svolítið eftir því hver talar. Já. Hvort að menn líta á það sem almenna alvöru áhættu viðvörun eða hræðsluáróður. Hræðsluáróður nú orð sem notað í áróðurskyni menn saka í áróðurskyni einhvern anstæðing sinnum að vera með hræðsluáróður. Ég ekki með þannig áróður hér og vísa því á bug ef einhver skildi nú halda það en mér auðvitað andum framtíð þessara þjóðar og vil auðvitað efnahagslífið hér gangi áfram með eðlugum hætti þannig að við verðum áfram í fremstu röð og ég tel að það sé verið að taka allt á mikla áhættu með því að fara í þessar viðræður sem eru kosta okkur stórfé, taka allan tíma stjórnarráðsins og stofnana ríkisins margra og eru sem sagt að mínu dómi áhættuspil. Já. Ef þú ættir að nefna eitthvað eitt sem Íslendingar hafa ekki fengið nægar upplýsingar fyrir kosningarnar, hvað væri það? Ég veit ekki, ég hef nú ekki lagt dæmið þannig niður fyrir mér sko en það hefur sem sagt af hálfu ríkisstjórnarinnar allavega ekki verið svona gerð mikil grein fyrir ókostunum við þetta eins og ég sagði áðan kostnaðarnytja greining á fínum máli þýðir bara að vega saman kosti og galla ávinning og kostnað og mér finnst ekki það hafa kannski verið ekki nægilega mikið gert sko af hálfu þeirra sem að reyna að ýta þessu máli áfram. Það
það eru mjög miklir ókostir og kostnaður við þetta. Það eru einhverju kostir, en eru þeir nógu miklir? Er ábætið nógu mikill? Ég tel það ekki vera, en þeir sem að telja svo sé, þeir eiga að sýna fram á það og það tel ég að hafa ekki verið gert. En hvað þyrfti ESB að bjóða upp á til þess að aðild væri fýsilega þínum dómi? Já, ef maður vill á annan borð sko verið í þessum félagskap sem er nú kannski, eins og ég sagði á hana, þvert að alls ekki alvont, þvert að móti fyrir margar þjóðir, að þá eru þau náttúrulega að gefa mikinn afslátt á sínum grundvallar reglum. Þeir eru með sameiginlega landbúnaðarstefnu og sameiginlega fiskveiðistefnu. Landbúnaðarstefna byggðist á því að það var gert samkomulag hagsmuni fransks landbúnaðar á móti þýskum iðnaði. Það er grundvallar samkomulagið varðandi sameiginlega landbúnaðarstefnu. Danir, þegar þeir gengi í Evrópusambandi 1973, högnuðust mikið á þessari landbúnaðarstefnu vegna þess að þeir voru mikil útflutningsþjóð á landbúnaðarvörum og þegar Bretar gengu inn samhliða þá var þetta alveg rakið auðvitað fyrir þá en því þeir flytja mikið af sínum landbúnaðarafurðum til Bretlands en sá afvinningur er þetta löngu búin að skila sér og hérna það sem að það má segja sama ýmis önnur lönd sko sem fengu tímabundin ávinning og svona eitthvað vindfól kannski útrús eins og sagt er. Finnarnir fóru inn í evruna á mjög lágu gengi til að byrja með. Þegar gengið fest við evruna þá var það mjög hagstætt fyrir finskan útflutning og sem að naut góðs á því fyrsta árin og eftir. Núna hefur þetta sannlega snúist við og þessna er harðari ári í Finnlandi. Já. Og hvernig ef til dæmis við varum að fara inn í þetta, hvað myndi ákvarða á hvaða gengi við færum inn í evruna úr íslensku krónunni? Það er nú eitt úrlausnarefnið sem að þyrfti að glíma við. Ég er ekki vissum, ég er ekki alveg nógu mikið inn í öllum tækniatriðum hver myndi ákveða það, en þá væri það miklir hagsmunir fyrir Ísland að hafa það gengið lágt. Til þess að útflutningsvara og ferðarþjónustan væri á hagstæðu verði fyrir útlenda kaupendur sko. Já, áhverjat. En það er spurning sem mikið úrlausnarefni. Þarf kannski aldrei að svara sko. En ef Ísland stendur utan ESB eftir 10 ár, hvernig tryggjum við þá lága vexti, stöðugan gjaldmiðil og líka varanlegt öryggi EES-samningsins? Já, með því að koma að halda okkar efnahagsmálum þannig á þeim að þau séu í góðu lagi. Þessi jafnvægi í þjóðarbúskapnum, jafnvægi helst afgangur á ríkissjóði, jafnvægi í milliríkja viðskiptum, helst afgangur ef eitthvað er og þá þannig að þá gerist það að verðbólgan minnkar og vextirnir lækka. Og það eru allar forsendur? Ég held að það er allar forsendur fyrir því að við getum gert þetta. Hvort það gerist er svo aftur önnur spurning. Nú, EES-samningurinn, við náttúrulega vitum ekkert hvað þjóðurnar sem þar eru með okkur vilja sjálfar gera. Ef það kom eitthvað los á okkar aðild þarna, getur vel verið að Norðmennirnir eftir einhver ár ákveði sjálfveragangin í Evrópusambandi, þeim er þið tekið fagnandi, en þeir geti ekki fengið einhverja svona svakalega undan, þá held ég. Akkur eru þeim tekið fagnandi vegna þess að þeir eru svo moldríkir. Þeir eru með allar sínar olíu- og gasauðlindir og svo þetta fiskveiði auðlindina sína sem er mjög mikilvæg og fiskeldið og svo hérna eiga þeir þennan risastjóra sjóð, varasjóð sem kalla núna í dag lífeyrissjóð Normanna sem er með það háar upphæðir að maður getur ekki eins og sagtar, það er svo mikið en þeim er tekið fagnandi og þeir eru sko aldeilis netto greiðundur inn í kerfið. Það er ekki víst að norskir skattgreiðundur myndu allir kæra sig það hreinlega. En við erum að setja við völdum þá miklum þrýstingi á Noreg ef við gerðumst fullir aðalar ESB, er ekki? Við myndum setja þrýsting á Noreg að því leiti að þeir aðilar sem að það er vilja á annan borð gangin í Evrópusambandi sæju sér þá leika borði. Ég hef þekkt mjög marga norska stjórnmálamenn síðustu áratugina
einn af þeim var Jan P. Syse sem var forsætisráðherra tíð við hríði á 9. áratögnum. Við höfum góðir vinnir og samstarfsmenn og formaður í hægri flokknum. Hann sagði við mig á sínum tíma ef að Ísland gengur í Evrópusambandi þá erum við að tala um þetta undir lok aldarinnar síðustu. Já. Þá er engin vafa á því að Noregur kemur strax í kjölfarið. Hvort hann er rétt fyrir sér eða hvort það slíkust ádómur rætist og það veit enginn en Það er náttúrulega það sem Evrópusambandið er svolítið að hugsa að ná Íslandi inn skapar góða stöðu til að ná Noregi inn. Það er náttúrulega stóri bitinn. Það er stóri bitinn. Ég held að, þú veist, í grunninn held ég að þeim sé nú nokkuð sama svona okkar litla land, svona efnahagslega séð. Þó að margir auðvitað af ýmsum kannski pólitískum og huglægum ástæðum vildu gjarnan hafa okkur með. En stóri bitinn efnahagslega er auðvitað Noregur. Og af þessu ástæðum sem ég var að tala um og svo líka landfræðilega með landamærin að Rússlandi og allt þetta sko. Samstaða Noregs og Íslands hlýtur að vera mikils virði, þú veist, þegar við hugsum þetta út frá að EES-samningurinn sé gott fyrirkomulag eftir og allt þetta. Sú samstaða er ómetanleg. Já, og við eigum helst ekki að hafa frumkvæði að því að rjúga hana. Nei, það finnst manni svona einhvern veginn ekki vera gott skref. Nei. En svona bara fabuleringar út í loftið. Það er eitt sem staði við mig sko ef við viljum endilega vera gangast undir eitthvað alþjóðlegt yfirþjóðlegt vald að þá væri svona físilegra bara hreinlega að ræða við Bandaríkin og eða þá hreinlega að gangast aftur undir Noreg þessi tveir kostir væru físilegri heldur en að ganga inn í Evrópusambandið. Við leifum okkur að svona fabulera bara svona á léttum nótum. Er ekki bara eitthvað til í þessu? Ég myndi hafna öllum þremur kostunum. Já. Það er ekki físilegt fyrir okkur að reyna að vera ríki í Bandaríkjunum, ég held alls ekki. Noregur nú álitlegri að því leiti til sko. En þetta er ekki spurning sem að þarf að spyrja sig sko. En og þá á maður heldur ekkert að vera velta vöngum yfir því. En ef við hins vegar ræðum gjaldmiðlinn, þá er dollarinn síst léttvægari í okkar milliríkjaviðskiptum heldur en evran. Hann er mjög mikilvægur og það kemur nú fram í nýri skýrslu sem var tekin saman held ég á vegum, mann ekki hvort að viðskiptaráði nei það voru nú einhverjir hagfræðingar held ég í háskólanum, eða Ragnar Árnason og fleiri sem að tóku saman skýrslu um þetta. Hvert fer útflutningurinn? Hann fer náttúrulega ekki bara til einhverjar umskipunarhafnar í Rotterdam. Álútflutningurinn er allur verðlagður í evrum, í dollurum, þó sem hann fari til sé umskipað í Rotterdam og leiðinni til Asíu eða eitthvað landi í Evrópu. Og sam er að segja náttúrulega ferðaþjónustuna og flugvélaviðskipti og bensín og olía, þetta er allt saman í dollurum. Þannig að ef við verðum að hugsa bara að verja okkur gagvart sveiflum, krónu gagvart einhverjum erlendu gjaldmiðlum, þá væri físilegra að fá hér dollar heldur en. Já, það er allavega þá jafn mikið í hann efni og ábyrgi menn sem ég þekki voru með tilvorum það hérna fyrir svona 25 árum og vægi dollars hefur kannski eitthvað breyst, hefur hann auðvitað orðið kannski mikilvægari. En svo til dæmis pund, það má ekki gleyma pundinu, það er lýs og mjöl, held ég að sé hann þann dag í dag, selt í pundum, á sögulegum ástæðum. Og þannig að það er margs að gæti í þessu og ef við ætlum að hugsa í alvöru að skipta gjaldmiðil, þá kemur dollarinn auðvitað fyllilega til greina fyrst við. En sjálfstæður gjaldmiðil er gríðarlega verðmætur eiginleiki. Já, hann er tæki sem hjálpar okkur að jafna sveiflur og aðlaða sig jafnóðum að mismunandi stærðum í hagkerfinu. Fólk gleymir því ofta að langstærsti meirihluti þjóðríkja rekur sjálfstæðan gjaldmiðil. Það er bara lítill hluti sem er svona með sameiginlega mynt. Þetta er svolítið góða punktur sem verður að huga að hvers vegna kjósa ríki að reka sinn eigin sjálfstæða gjaldmiðil. Já, það er alveg rétt hjá þér. Herðu, við erum búin að fara allar rækilega yfir þetta
þó að við getum svo sem örglega setið hérna í klukkutími viðbót. Það er mjög áhugavert að spjalla við þig, Geir Haarde, en ég ætla ekki að taka af þér meiri tíma í bili. Ég þakka þér aftur kærlega fyrir að koma hérna og lýsa þínum viðhorfum gagnvart þessu og svo sjáum við bara hvað gerist 29. ágúst. Kæra þakkir. Sömuleiðis, þakka þér fyrir. Takk.